Já, komið sæl og velkomin í annan þátt af ferðalagi íslenskt skólakerfi. Ferðirnar voru allar teknar upp í tengslu við UTIS online ráðstefnuna sem fór fram 23. til 4. september og hlutu styrk frá samtökum áhugafólks skólaþróun og voru frumsýnd nú á ráðstefnu UTIS online nýverið. Í síðasta þætti kíktum við á starf land allt með yngstu börnunum og sáum dæmi útikennslu, eiturefnalausa stofnun, tónlistarstarf og sveigjanlega stundatöflu og frímínútur. En í þætti dagsins ætlum við að ferðast í 4 skóla og kynna okkur jóga, samþættingu námsgreina á unglingastigi og skemmtilegt læsisverkefni. Ég heiti Ingvi Hrannar og með mér er Ingvar Sigurgeirsson, fyrrverandi prófessor menntavísindasvið HÍ og stjórnarmaður og einn af stofnendum samtaka áhugafólks skólaþróun sem einmitt komið að því að styrkja þetta verkefni, en Ingvar hefur einnig starfað sem ráðgjafi við fjölmarga skóla land allt. Ingvar, nú er komið að grunnskólanum og það virðist að orðið heilmikil gróska þar undanfarin 10-15 ári eða svo. Og hverju er helst að þakka að þínu mati? Ekki síst á unglingastiginu. Nei. Já. Og raunar, eins og við sáum vel í síðasta þætti, gróskuna á leikskólastiginu, ég giska á að þegar við förum í framhaldsskólann þá sjáum við að það er heilmikið þar að gerast. En varðandi grunnskólann, þá held ég bara aukið grasrótarstarf kennara. Og ég held að samfélagsmiðlarnir leikið þarna ákveðu hlutverk. Kennarar hafa verið að miðla hugmyndum á milli sín. Það er bara aukin samræða. Ég held líka að því að mikill áhuga maður teymiskennslu að útbreiðsla hennar hafi svona leitt til þess að fleiri leggja í það að prófa eitthvað, þreifa sig áfram. Það er einkenni teyma, það eru djarfari heldur en kennari sem er bara einleik. Og svo held ég að námskráin, þó ég hefur svona blendnar tilfinningar til hennar, þá sé til dæmis skilgreining hennar á lykilhæfni svona hafi verið einhverjum kennurum hvatning til þess að leggja meiri áherslu á þá þætti. Já. En það er áreiðanlega fleiri skýringar. Já, við ætlum að reyna að komast að þeim svolítið hér í dag. En auka okkar Ingvars erum við með 2 viðmælendur sem ætla að horfa á innslöðu með okkur og ræða svo þessum millum skólaþróun og jákvæð þróun skólastarf land allt. Og þetta eru Ólöf Ása Benediktsdóttir eða Ása og Rúnar Sigþórsson. Velkomin bæði tvö. Takk fyrir. Það byrja ykkur bara aðeins að kynna og kannski Ása, þú byrjar að segja frá hvernig þú tengist skólastarfi. Já, ég er kennari við Hrafnagilsskóla og þetta er minn 18. vetur þar, þannig að það er bara ekkert meir um það að segja eiginlega. Já, ég útskrifast 2005 frá Háskólanum Akureyri og kenni unglingastigi. Eingöngu held ég bara. Já, þú kynntist Rúnari eitthvað? Já, hann kenndi mér. Ég er virkilega svona langt síðan. Ég sagði að hann kenndi mér allt sem ég kann, en það segi ég við alla mína fyrrverandi kennara. Rúnar, hvernig tengist þú skólamálum? Já, eins og komum hér fram þá var nú sko síðasta tenging mín við hér kennardeild Háskólans Akureyri. Þar var ég kennari frá 2000 og reyndar búinn að vera stundakennari nokkur ár þar á undan. Og lauk nú svona formlega störfum þar fyrir 2 árum en er samt tengdur ýmsum verkefnum. Nú áður en ég kom þangað þá hafði ég komið nokkuð víða við ef verið kennari og skólastjóri í grunnskóla og kennari í framhaldsskóla. Þannig að ég hef svona haldið því á lofti svolítið að ég hafi kennt á öllum skólastigum nema leikskóla reyndar því miður og ég veit ekki hvort ég kem því frá hérðan af. Já, en við ætlum að, eins og þú segir, koma víða við. Við ætlum að gera það líka hér í þessum þáttum og við ætlum að byrja á því að fara í ferðalag í Reykjanesbæ, þar sem að Bryndís Jóna, skólastjóri Heiðaskóla, þar segir frá því hvernig það kom til að skólinn býður nemendum sínum upp á bæði jóga og leiklist með föstum tímum í stundatöflu á yngsta og miðstigi og sem valgreinar á unglingastigi. Á sviði í sal skólans láta nemendur ljósið skína og í sér útbúnu jógarými læra aðferðir til sjálfseflingar og slökunar. Þannig að við skulum fara að taka eina ferð í Reykjanesbæ. Já, hérna í Heiðaskóla bjóðum við nemendum okkar upp á jógakennslu og leiklistakennslu. Og jógakennslan er í fyrsta til, fyrir nemendur í fyrsta til 4. bekk eru þau 3. skólaár í svona svokallari fléttu. Fara 3. skólaár í jóga, í 5. og 7. bekk fara þau helmingina skólaárinu í jóga á móti annarri grein. Og svo er boðið upp á valgrein á unglingastigi í jóga. Og í leiklistinni erum við með tíma í töflu alveg frá 1. og upp í 7. bekk
og það sem tekur svo við einmitt hinn sívinsæla valgrein leiklist, það sem að krakkarnir taka þátt í því að setja á svið söngleik eða leikrit sem frumsýnt árshátíðin okkar. Jógakennslan hjá okkur þannig tilkomin að einn af kennurunum okkar fór að nema jógakennarafræði og kom með þessu hugmynd upp til stjórnenda hvort að við getum eitthvað skoðað að bjóða nemendum okkur upp á jógakennslu og mætti bara jákvæðum viðbrögðum þar og farið var í það að koma þessu á koppinn, bæði því að koma kennslunni inn í stundatöflur og svo að útbúa rými til þess. Þannig að það algjörlega að koma á gólfinu frá henni Gróu Björk Hjörleifsdóttur og svo hafa fleiri komið að þessari jógakennslu. Já, og eins og með bara jóga þá leiklistar hugmyndin að koma henni í stundatöflur komin frá gólfinu, frá Guðnýju Kristjánsdóttur sem hafði þá verið með þessi unglingaleikrið í nokkur ár og bar þá hugmynd upp við stjórnendur hvort það væri ekki sniðugt að færa leiklistastarfi neðar og bjóða öllum nemendum upp á það og þeirri hugmyndu bara tekið vel og ráðist í það að koma því á. Það sem að þetta gefur krökkunum ég sannfærð að sé, þau fá tækifæri til þess að láta ljósið skína. Flestum börnum þykir gaman að standa á sviði og fá svona einhvern veginn að sýna öðrum hvað í þeim býr, sko. Það eflir sjálfstraust þeirra og skila sér í bara því að vera orðin fullorðin manneskja sem þarf að tala fyrir fram á fólk og svoleiðis, sko. Já, sama með jógað, bara við tökum eftir því að krakkar eru að grípa til einhverja svona leiða sem að þau læra í slökun og jóga, þegar á þarf að halda. Þau verða náttúrulega sleipari í því að iðka jóga og stunda slökunaræfingar eftir því sem að þau hafa farið oftar í þá tíma og náttúrulega styrkir bara þau sem einstaklinga og svona, já, við erum að opna fyrir þeim einhverja svona leiðir eða möguleika sem að þau myndu kannski ekki eldast við sjálf, sko. Kannski fyrir þau vera orðin fullorðin. Þannig að já, við höfum enga mælingar sem sýna hvað þetta að gera okkur. Við erum ekki mikið í því, en mælikvarðin náttúrulega, besti mælikvarðin eru krakkarnir sjálfur og hvernig þau koma í tíman og hvernig þau fara þann og hvar við sjáum svona merkin að þarna eru einstaklingar að eflast og verða öruggari og ánægðari í eigin skinni. Já, ég veit ekki hvort þið deilið þið með mér en ég einn af þessum held því fram að leiklist og leikræn tjáning sé vannýtt auðlind í skólastarfi. Deilið þið þeirri hugmynd? Er þetta aðferð sem að fleiri kennarar ættu að nota? Já, ég sammála þér. Ég mjög hrifin af leikjum og mér finnst líka bara þó að sé frábært að starf hjá þeim og gaman að sjá þetta, ótrúlega spennandi, þá held ég samt bara að hinn almenni kennari ætti að nota leiki meira, án þess að vera leiklistamenntaður eða fara á sérstakt leiklistanámskeið. Af því að leikir eru bara mjög valdeflandi og og þjóna margvíslegum tilgangi. Bara það svona að hrista þau saman eða þóra að koma við hvert annað. Getur markmið sjálf sér. Já, ég skal alveg taka undir þetta og ég get svona deilt þeirri reynslusögu að sko á síðustu öld þegar ég var skólastjóri við lítinn grunnskóla austur á landi þá voru tveir velunnarar skóla sem annar var jógakennari og hinn leiklistakennari sem buðu okkur að koma og samþætta leiklist og jóga fyrir krakkana og þetta var bara alveg ofboðslega gaman og gerði krökkunum ekki síst svona þeim sem áttu kannski eitthvað svona pínu kannski erfitt með sig og svona sína hegðun og athafnasemi. Þetta kendi þeim sko náttúrulega bæði að tjá sig og þetta kendi þeim til að slaka á og svona njóta kyrrðar og næðis. Þetta nú svona bara upprifjun sko. En ég held sko að þetta eigi mjög mikinn rétt að sé bæði eins og kom nú fram þarna í innslaginu sko, bæði sem hluti af bara hinnu daglega skólastarfi og ekki síður sko sem það þegar að settir upp viðameiri verkefni í kringum ásatíður og skólaskemmtanir. Og ég á í mínu minni mjög mörg dæmi hvað það sko opnaði fyrir alls konar færni sem að nemendur sko
blómstruðu í en gátt ekki endilega sínt svona í hinni daglegu glímu svona í skólastofunni. Það gaman að þú talar líka þess að viðamiklu skólaskemmtanir og það allt, en því Hrafnagilsskóla, þið hafi verið á, nemendur koma mjög oft fram fyrir framan aðra nemendur hjá ykkur, er ekki bara... Jú, já, annars var einmitt finnst mér leikirnir og svo tjáningin og framsögnin, svo mikilvæg og bæði bara sem hæfni sem manneskja í lífinu og í áframhaldandi skólastarfi. Við erum með svona daglegar samverustundir þar sem að nemendur þurfa að koma fram okkur með eins að degi og æfa sig í því og svo setjum við upp stór leikrit, ekkert óáþekkt og þau gera. Og það sem að, það hefur allt svona kost og galla, en kosturum við það að vera með skólabíla og svona sveitaskóla er sá að maður getur ekki kallaði eftir skóla í einhver verkefni. Þannig að við verðum einhvern veginn bara að leggja niður störf og margir í sveitaskólum þekki þetta. Að meina eins og á Akureyri þá er þetta mjög oft svona eitthvað aukavinna eftir skóla og þá er strax búið útiloka nemendur sem eru á einhverjum æfingum eða komast ekki, ég meina dagurinn er bara, sólarhringurinn er 24 tímar hjá börnum, úlingum og fullorðnum sko, en við einhvern veginn bara tókum þessa ákvörðun að leggja niður hefðbundið nám, eða áætlanir og allt þetta og við bara vinnum bara í leikritinu í 2 vikur og ég held að það sé farsæl leið. Og er það meira og minna allir nemendur skólan sem koma því? Já, en það er ekki eitt leikrit heldur 3 ára ári. Já. Er þetta gert? Já. Og við framsögn, tjáning og tónlist er bara svona, hefur mér skilist, ég veit það eru fleiri skólar á landinu, Hrafnagilsskóli, að það er óvenju stór hluti af okkar daglega starfi og það skila sér í að það einhvern veginn bara þykir eðlilegt að vera með svona sýningar. Mér þykir áhugavert að Rúnar nefnir hann hafi verið með jóga. Já. Það eru marg ár síðan, við erum að tala einhver áratugi. Það eru verða 30 ár síðan í kominu. Já, það er hreyfing greinilega í landinu núna. Það er verið að innleiða jóga eða hugleiðslu eða slökunartíma eða hvað það kallar í mjög marga skóla. Ég held ég að hann séð þetta fyrst í leikskólavísu, Reynisholti. Já, það gætu verið 20-30 ár síðan. Já. En núna bara allra síðustu ár þá er maður að verða þetta í hverjum skóla á fætur öðru. Og svona aðgengilegt efni eins og hugarfrelsi hefur svona hjálpað hinum almennikennarar að nota aðferðirnar. En það eru allt ástæðum heldur en Rúnar er að nefna, í dag þá er þetta ekki síður þessi hugarró sem við erum að reyna að fá þau til að í þessum hraða og í tækninni og í örfuninni. Og kannski er þetta eitthvað ansvar við allir þessar umræður sem er núna svona hraðan og samfélagsmiðlana og samfélagsbreytingar að einhvern veginn að hjálpa börnum til að finna tækifæri til þess að eiga næðustund svona einn með sjálfum sér og slaka á í erli dagsins. Ég held ég einmitt verið í kennslustund í þínum skóla, Ása, þar sem að kennari náði þessari stemmingu þannig að sumir krakkarnir jafnvel sofnuðu stundarkorn á gólfinu. Ég var að ljúka við Valgrín bara í síðustu viku, við köllum það teygjur og slökun, við hefum svona forðast orðið jóga, það er tengt trú sumstaðar og við erum að reyna að vanda okkur og við höfum fengið athugasemdir það hét einu svona jóga. En við tölum bara teygjur og slökun og hugarró og hugarfrelsi. En ég er með eina stúlku sem bara kemur alltaf inn og bara sofnar. Hver einustu viku og alveg upp í klukkutíma. Já. Bara, og ég sagði mömmuna frá því í foreldraviðtölum bara svo hún vissi það daginn, en svo bara leyfi ég að vera. Bara þreytt. Það mætti lengi dvelja við þetta áhugaverða starfi í Heiðarskóla, en við ætlum að kíkja næst í annan skóla. Stapaskóla, ekki? Við ætlum að fara á Reykjanesið aftur, í Njarðvík. Ég hef haft nokkur tækifæri núna á undanförnum árum, sérstaklega síðustu 2 árum að fylgjast með athyglisverðu starfi í þessum skóla. Bæði innleiðingu teymiskennslu og eins í tengslu við samþætt verkefni og áhugasviðsverkefni en á hvort tveggja lögð mikil áhersla. Og Stapaskóla byggingin er raunar mjög merkileg, ég held að mig segi bara í íslenskri byggingasögu, setur eiginlega ný viðmið skólabyggingar. Ég held ég hafi ekki komið í skólabyggingu á Íslandi sem að ég hef verið jafn hrifinn af, svo ég bara orðið það beint. En nú fáum við að kynnast innrastarfinu á unglingastiginu í skólanum og það er Heiða Björg Árnadóttir kennari sem segir okkur frá því. Kíkjum á það.
Í rauninni byrjar þetta þannig að það er nýr skóli sem er verið að stofna og við ráðum okkur allar á þeim tímapunkti, þá voru þetta bara konur, ráðum okkur allar inn raunverulega í það að við vitum að við erum að fara að samþætta námsgreinar eitthvað. Við fáum rými til þess að gera það í 6 kennslundir á viku og við byrjum strax að vinna rosalega mikið saman sem teymi. Og það er þar eiginlega sem að byrja svona smám saman að klikka. Við gerðum rosalega mikið saman. Við unnum með unglingastigið, alveg frá byrjun, við gerðum alla sáttmála, bekkjarsáttmála. Við gerðum allt svolítið saman í 7. til 9. bekk fyrir 2 árum síðan og við vorum byrjuð að samþætta svona hitt og þetta umfram það sem við kölluðum Stabamex. Í fyrra þá fóru náttúrufræði og samfélagsfræðikennararnir okkar algjörlega samþætta sína kennslu og þegar að svo bara undir þá duttu stærðfræðin og íslenskan inn í það eins og hægt var. Þannig að á endanum í vor að þá ákveðum við bara að fara að samþætta allt og við köllum bara allar bóklega greinar núna Stabamex. Það er miklu meiri samvinna, bæði á milli kennara en líka milli nemenda er óhjákvæmilega meiri samvinna. Við vinnum verkefnin heildstætt og reynum að tengja við eitthvað sem að við höldum að krökkunum finnst skemmtilegt. Þau fá oft að koma með hugmyndir og við reynum alltaf að ganga út frá því að það sem við erum að gera skiptir máli fyrir þau sem bara manneskjur, sem framtíða nemendur í einhverju öðru námi en aðalmálið okkar er líka alltaf að þetta sé líka skemmtilegt. Og verkefnin hjá okkur eru öðruvísi. Við erum alveg að vinna með alla undirþætti og þú veist, í íslensku þá eru þau að læra málfræði og í stærðfræði þá eru þau að læra allar aðferðir og svoleiðis. En við vinnum þetta samþætt á þá vegu að til dæmis eins og núna að við erum í 7. og 8. bekk, þar erum við með hluta tungumálunum er að læra tölur og talnafræði hugtök sem að tengjast því sem við erum að gera í stærðfræði. Og það notum við bæði í ensku og dönsku. Og þannig á sama tíma og þau eru að læra að skrifa setningar og við erum að vinna með að í öllum setningum á að vera stór stafur og enda punkti og svoleiðis, að þá erum við líka að efla hugtakaþekkinguna þeirra sem hjálpaði með fleiri námsgreinum. Þannig í staðinn fyrir að nemendur í 10. bekk væru kannski að skrifa 2 eða 3 ritgerðir í sama mánuði að því að íslensku kennarinn vill að þau geri bókmenntaritgerð að því hún vill sjá hvort þau kunna gera ritgerð og náttúrufræðikennarinn vill að þau séu að afla sér upplýsinga og heimilda og síðan er kannski samfélagsfræðikennarinn að skoða eitthvað enn annað að þá samþættum við þetta í eitt verkefni og gefum þeim möguleikann á því að kafa miklu dýpra í eitt verkefni heldur en viðmiðunarstundatafla myndi gefa okkur ef við værum með námsgreinarnar ósamþættar. Þannig að hjá okkur þá upplifum við líka að við fáum aukið tímarými. Af því að viðmiðunarstundataflan, jú, við horfum á hana, en á sama tíma að þá erum við að snerta á fleiri námsgreinum á sama tíma og þar leiðandi upplifum við það að tíminn magnist raunverulega. Fyrir nemendurnar að þá held ég að þetta gerir námið þeirra merkingabærara og þau verða sjálfstæðari námsmenn af því að Stabamex-tímarnir eru byggðir þannig upp að þau fá verkefni, þau fá leiðsagnarhefti, hvað þau að gera og svona og svo fá þau innlagnir og kennslustundir í bland við það að fá frjálsan vinnutíma. Þannig að nemandi sem til dæmis er búinn með alla stærðfræðina sína, hann situr ekki í einhverjum föstum stærðfræðitímum 6 sinnum í viku, löngu búinn með verkefni sín og er bara að horfa út í loftið eða eitthvað, heldur er hann þá að grípa í ykkur önnur verkefni sem hann þarf að fara í, kemur til kennara í leiðsagnaviðtal, fær upplýsingar um það hvað hann getur gert betur til þess að efla sig meira, þannig að verkefnin gefa okkur meiri möguleika á því að efla þau sem námsmenn. Já, ég vil langar kannski að spyrja ykkur fyrst af því að einhver annar var að spyrja mjög skoðanir mín á því hvers vegna, hvað maður segja, starfsháttum á unglingastiginu hefði flekt svona fram eins og mér finnst
þau hafa verið að gera. Hafið þið fleiri skýringar á þessari grósku sem að þar hefur myndast? Ólíkastig? Já. Nei, ég hef svo sem engar beinar skýringar á því, sko. Við náttúrulega, svona, svo mynd sem ég hef unglingastiginu er auðvitað svo að það er svona pínlítið önnur sýn, svona önnur námskrársýn heldur en á yngristigunum. Það er meiri, sko, fræðigreina sín á námskrána. Það var allavega þannig. Já, og akkurat, sko. Og það er svona nokkuð sterk svona prófahefð, sko. En núna finn ég, sko, eins og kemur fram í þessu lagi, þessar hefðir er einhvern veginn að rakna upp, sko. Þau ganga líka mjög langt, þau samþætta, tók ég ekki rétt eftir, samþætta allar bóklegar greinar og vinna heildstæðu viðfangsefni. Mjög mikið, sko. Og mér finnst bara, ég veit ekki af hverju það er, en ég skynja það alveg eins og þið, sko, að þessar hefðir sem ég nefndi upp að þau, sko, eru svona einhvern veginn að rakna upp og það, sko, kannski er það aðalnámskrá hver veit og þar er náttúrulega, sko, þessi hæfnimiðun sem ég held að, sko, hafi haft áhrif á skólastarf. Það er líka mjög sterk áhersla á leiðsagnamat og við erum fann að kalla leiðsagnanám og þá svona námsmenningu sem að þarf að skapa í kringum það. Ég er bara alveg sammálaður. Ég held að, þú veist, yngri barnakennarar, við unglingakennarar getum og gátum lært mjög mikið af þeim. Það er miklu nemendamiðaðri þeirra sín og svona bara hæfnimiðaðri í grunninn, fjölbreyttari. Og teymi líka líklegri á yngri. Maður hefur séð það ofta algjörlega. Yngri á meðan að greinakennslan var allsráðandi. En ég velti fyrir mig líka þegar samræmdum prófum var breytt í samræmd könnunarpróf og færð úr 10. bekk yfir 9. Nú hefur verið tekið enn stærra skref þar, en hvort það hafi haft áhrif að hleypa svolítið? Já, örugglega, ég get ekki dæmi, það er bara mjög minnistætt, ég muni það hér á árum áður vorum við samræmt próf til dæmis í dönsku. Ég kem í skóla 2 ár í röð og þá er samræmdaprófið aflagt á milli. Og í fyrra sinni þá var danska óvinsælasta námsgreinin, þá prófaði henni. Seinna árið var danskan orðin með vinsælustu greinum. Það var svo óbúslega skemmtilegt í dönsku. Álagið af hennu streitan sem tengdist samræmdaprófinu var horfin, sko. Já, það sagði einhvern tíðan ykkur, sko, ég nefnilega mann þá tíð þegar samræmdaprófin voru, sko, í mars. Sem að þá var, sko, 9. bekkur og seinna 10. bekkur, sko. Og ég man eftir kennara sem sagði einhvern tíman við mig, já, nú er samræmdapróf, nú getum við farið að gera eitthvað viti. En þú nefndi líka Rúnar leiðsagnarmatið, leiðsagnarnámið. Þú varst nú einn af þeim sem að svona varst fyrstur til að reifa þá hugmynd. Tala fyrir því, Já, ég hef verið óþreytandi að tala fyrir því og svo hafa náttúrulega aðrir tekið upp það merki og ég finn núna alveg gríðarlegan áhuga á leiðsagnarnáminu og bara til dæmis í gegnum mentafléttuna þar sem að hafa skráð sig, sko, ég veit ekki alveg hvernig þeir vetur en í fyrra voru, sko, 90 manns sem að skráðu sig í það námskeið í mentafléttunni. Og svo náttúrulega þetta frábæra þróunastarf leiðsagnarnám hjá Reykjavíkurborg sem fekk nú menntaverðlaunin í fyrra. Og þetta hefur einhvern veginn bara og ég veit ekki, sko, svo sem alveg hvaðan þessi áhugi kemur en hann er alveg klárlega til staðar. Ekki spurning. Við gætum talað þetta endalaust og við munum tala eftir hlé, við munum tala svipaverkefni og kíkja það í skóla í Reykjavík. Þannig að við höldum eiginlega bara umræðinni áfram eftir það og sjáumst þér eftir smá stund. Já, komið sæl og velkomin aftur. Við ætlum að halda okkar ferðalagi áfram og í næstu ferð skoðum við frumkvöðlana á unglingastiginu í Langholtsskóla í Reykjavík sem þar sem þau segja frá teymiskennslunni, samþættingunni og 15% valinu sem er skemmtileg útfærsla á valgreinum þar sem byggt er á áhugasviðum nemenda. Við skulum kíkja í ferð í Langholtsskóla í Reykjavík. Teymiskennsla er eitthvað sem að ég kynntist bara í raun og veru þegar þetta verkefni
byrjaði, ég búinn að kenna í ansi mörg ár, eins og sést, á Háralitnum og þetta var algjörlega bara nýtt líf fyrir mig sem kennara að fá að komast í svona meira samstarf og meira samtal við hóp af kennurum sem að hefur mikla reynslu en mismunandi bakgrunn og mismunandi svona styrkleika. Og það algjör lykill í teymisvinnu að allir kennarar séu á þeirri línu, þannig að það ekki gott að þvinga kennara eða námsgreinar inn í formið sem að kannski passi ekki alveg. Fyrir nemendur þá held ég að þetta sé mjög jákvætt að hafa aðgengi að svona mörgum kennurum og fá svona kennarahóp með svona marga mismunandi styrkleika en samt fólk sem á svipari línu og að hugsa á sömu nótum þegar það kemur að kennslu. 15% val svona í raun og veru svona ný útgáfa hjá okkur af því hvernig við nálgumst val í unglingadeild. Það tengist ekki beint smiðjunni en við vorum áður með valið þannig að við buðum upp á valgreinar og þær valgreinar voru eitthvað sem að kennararnir í raun og veru bjuggu til af því að þeir treystu sér eða vildu kenna eitthvað ákveðið og nemendur völdu af þeim matseðli sem var lagður fyrir þá. Þau völdu það að fara í heimilisfræði eða smíði eða kvikmyndagerð. Þetta hafði alveg kosti en við vildum í raun og veru setja ábyrgðina ennþá meira yfir á nemendur og gefa þeim í raun og veru ennþá meira val heldur en þetta að velja grein af matseðli og 15% valið var til þegar vorum að spá í þetta og það gengur í raun og veru út af það að við látum nemendur fá tíma til þess að vinna að sínu verkefni, í raun og veru verkefni sem að þau búa til. Þannig að þau geta öll fundið sér eitthvað við sitt hæfi og oft hvort sem þau eru bókamið eða vilja gera eitthvað verklegt, þá það í boði. Og vanalega þau koma með hugmyndir af einhverju verkefni, þá segjum við vanalega já. Það okkar motto að segja já og svo finnum við bara leiðir að því. Hvernig við getum útfært verkefni þannig að þau geta framkvæmda. Við setjum svona ákveðin ramma utan á verkefnin. Við hjálpum nemendunum náttúrulega að skipuleggja námið sitt í japönskunni, jafnvel þó að við kunnum ekki japönsku. Við getum hjálpað honum við að leita af upplýsingum eða björgum til þess að læra japönskuna og stuttan á leiðinni en námið verður alltaf að fara fram hjá nemandanum, fyrir ekki beint þannig fram að ég kenni þér eitthvað, heldur ég styð við þig á þessari leið þar sem að þú ert að læra eitthvað sem að þig langar að læra. Smiðja alveg ótrúlega stórt fag því að þar eru teknir tímarnir sem að annars færi í íslensku, samfélagsfræði, náttúrufræði og upplýsingatækni. Þannig að það mjög stórt inn í stundatöflu nemenda. Þeir fara á hverjum degi í smiðju og það svona verkefnamiðað nám en svo bjóðum þeim líka upp á hlaðborð af svona sem við köllum meistaraverkefnum og gefa þeim tækifæri á að velja á milli þeirra út frá sínum styrkleikum og áhugasviði og forvitni hvað þau vilja kannski bæta sig eða vita meir og alltaf gefa þeim líka tækifæri á að hanna sín eigin verkefni út frá því efni sem við erum að leggja á borð sem að getur komið úr náttúrufræðinni og samfélagsfræðinni og oft úr íslenskunni líka en höfum það svona leiðarljósi að íslenskan og upplýsingatæknin flæði í gegnum öll verkefnin og af því að smiðja svo stórt fag og við höfum svo mikinn tíma þá gefst líka ótrúlega gott rými til þess að taka inn þætti sem kannski erfitt að láta passa inn í svona hefðbundna stundatöflu eins og til dæmis að hreyfa sig á hverjum degi. Við förum í daglega göngutúra, við höfum náð að stór auka lestur, þannig að nemendur eru á hverjum degi að lesa í kjörbókum sem þeir velja sjálfur að lesa og við nýtum okkur svo í alls konar verkefnavinnu. Og margt annað sem við getum svona gripið líka úr bara svona atburðum líðandi stundar
sem að þá ekki verið að eyða tíma í og taka frá einhver öðru, heldur bara höfu tíma til þess að skoða og pæla í. Þannig segjum við ofta að smiðjan sé svolítið svona lífstíl og það erfitt að lýsa henni í svona fáum orðum eins og ég búin að gera núna. Í þessari námskeið þá erum við ekki með nemendur í bekkjum, þeir eru sem árgangur hjá okkur og við búum til svona samvinnuhópa sem eru svona þvert á bekkina í árgangunum. Þannig að krakkarnir vonandi kynnast á milli bekkja betur og fá tækifæri til þess að vinna með ólíkum einstaklingum. Þetta bara hluti af því að læra og meta hvort annað. Við búum yfir svo mismunandi hæfileikum og ef þið fá ekki tækifæri til að vinna með mismunandi fólki þá reynir kannski uppgötuðu ekki hæfileika hvors annars. Þannig að þetta eitt af því. Þetta bara gott fyrir okkur. Við þurfum að kunna þessa tækni að geta unnið með hverjum sem og nálgast félag okkar á mismunandi hátt. Það bara hluti af því að bara vera í samfélaginu, þau fyrir út á vinnumarkaðinn og allt það. Og þau læra það líka hér, að geta unnið með hverjum sem Já, við sáum þarna, hvað finnst ykkur um þetta fyrirkomulag sem Langholtsskóla teymið á unglingastigi hefur þróað með þessu 15% vali? Þekkið einhver hliðstæð dæmi eða þetta til eftirbreytni eða ykkar mati? Mér finnst það bara ótrúlega flott, gaman að sjá þetta og bara líka hvernig við vinna greinlega sem teymi, mér finnst það ekki síður áhugavert. Varandi 15% valið bara mjög spennandi en ég held samt einhvern veginn að því að þau nefna sjálf að áður var svona hlaðborð valgreina og sem byggðist eiginlega bara á því hvað kennararnir gátu kennt. Og var ekki kennarar að þekka þetta og meðal annars ég. Og bara sest maður niður og hvað getum við gert Og það líka gott og mér finnst þau ekki tala það niður heldur. Nei. Og ég get alveg trúa því að ég bara nú að fabulera en eftir einhver ár kannski bakka þau og svo hvíla þau 15% valið og svo fara þau aftur í það að því þannig rúlar þetta í mínum huga og samkvæmt minni reynslu. Þannig að þetta bara skemmtileg hugmynd og áhugavert en engin lausn við einu sérstöku. Þetta byggir held ég á nemendalýðræði að krakkarnir hafi eitthvað það að segja, hvað þau fá að gera og bara margir kalli þetta áhugasviðsverkefni og mikil tíska fyrir nokkrum árum og ég þekki þetta alveg og mér finnst þetta bara mjög skemmtilegt. Og verður vonandi viðvarandi tíska? Já, ég meina, þetta heitir alls konar, eitthvað mismunandi, meina ég, að þau fá að velja jafnvel út fyrir það sem skólinn býður upp á. Tæknin náttúrulega býður upp á það. Ekki spurning. Ég kannast nú við svipað úr, því ég var nú lengi í handgengin starfi í fámennum skólum, að þetta var svona ákveðin leið fyrir fámennum skólan til þess að búa til val á unglingastigi þar sem að þau höfðu ekki fjölda í námshópa til að standa undir þessum hefðbundnu valgreinum. Og það var einmitt þetta að gera námssamninga við krakkana að þannig að þau gátu verið 1 eða 2 jafnvel og gerðu námssamninga eitthvað ákveðið sem að þau ætluðu að gera sem valgrein og það kannski pínu hliðstætt við það sem þau eru að gera í Langaskóla. Þannig að mér finnst þetta að vera rosalega flott og þetta að geta leyft krökkunum að skipuleggja sjálf einhverja námsleið, eitthvað ferðalag og hjálpa þeim að setja sér markmið og ná utan ferlið og jafnvel meta það. Að þetta er náttúrulega gríðarlega þroskandi fyrir börn. Já, ég verð að nefna líka með Langholtsskólateymið, þetta er nú hópur sem ég dáist mikið af. Þau eru líklega með svona fyrstu teymum sem að ganga svo langt að birta nánast öll verkefni sem þeir leggja fyrir nemendur eru birta á vef smiðjan.com sem allir geta nýtt sér, foreldrar, kennaraefni, kennarar í öðrum skólum. Og ég hef beinlega séð að menn ekki að appa þetta eftir en menn að taka jafnvel búta eða nota sem kveikjur. Og ég held að þetta sé reynar ef við erum að skýra fyrir í kennsluhætti og unglingastigi þá eigi Langholtsskólateymið einhver lóð á þá vogarskál. Þeir eru svona frumkvöðlar. Já. Það er náttúrulega bara alveg sérstök ástæði til að lyfta, að því þetta tala teymið, lyfta vinnubrögðum kennarana í teymisvinninni. Hvað þau eru mikilvæg og í rauninni svona sterkt afl í því að koma á einhverjum svona breytingum og svona þróun. Það er náttúrulega bara þannig að ég held að allir sem að
bara yfir höfuð í samfélaginu og hinum opinbera vinnumarkaði, það bara breyttar kröfur starfshætti. Það ekkert lengur í boði að vera kóngur eða drottning ríkis sín og loka hurðinni og enginn veit hvað fram fer í stofunni. Þetta bara liðin tíð og fyrir löngu síðan, allavega í grunnskóla. Þannig að ég held að það sé, og svo við náttúrulega, eins og Ingvar kom inn á áðan, með því að setja lykilhæfnina í orð og hæfni við með lykilhæfni samvinnu, sjálfstæði, frumkvæði, ábyrgð, að þá verið að tala ferðalagið, svo þú varst að nefna áðan, frá A til B, námsferðalagið, kannski öllum saman hvort þú lærir eitthvað í japönsku eða ekki, eða þú lærir allan hvernig að fara leiðina, sko, hvernig leitur upplýsing á þetta. En við getum ekkert sagt þeim að búa yfir lykilhæfni ef við búum ekki yfir henni sjálf og við sýnum það ekki sjálf. Og þau sjá okkur hvernig við vinnum. Ég held það. Og það þannig í mínum skóla að ef við byggjum nemendur okkar að gera samskiptasáttmála, þá byrjum við að gera hann sjálf og sýnum þeim hann. Og svo framvegis. En mér finnst þetta, þetta svona vinnubröð sem að ef ég horfi tilbaka, til þess tíma sem að ég var grunnskólakennari, þetta svona vinnubröð sem maður setti upp sem átaksverkefni í opnum vikum og eitthvað svona. Það sem að gerðist alls konar ótrúlegir hlutir einmitt í námi nemendana þegar þau fengu sjálf að ráða ferðinni. Og þarna hafa þau stigið þetta skref að gera þessi vinnubröð ekki bara átaksverkefni, heldur koma þeim inn í skólaskipulagið. Og það gríðarlega áhugavert. Það bara mjög áhugavert. Gríðarlega áhugavert, svo teymiskennsla. Já, ekki spurning. Ég var að kíkja í næstu ferð. Já, það mjög áhugaverð heimsókn í Engjaskóla í Reykjavík sem hafa tekið upp Læsis 5-una. Ég nú grunum að sessunautur minn hér eigi orðið ábyrgð á því að sú hugmynd komst á kreik. Ég sé þarna í nokkrum skólum, bæði í námi yngstu krakkana og eins á miðstigi. Og ég verða eiginlega ganga svo langt að segja að ég var orðið hissa á því hvað næst út úr þessu. Og við skulum kíkja til kennarana Jóhönnu Þorvaldsdóttur og Mörtu Gunnarsdóttur og heyra lýsingar þeirra á útfærslunni í Engjaskóla. Ok, við erum að fara í 5-una. Í sjálfstæðum lestri ætlum við að lesa í bækur í boxunum ykkar og þeir sem eftir að skipta bækur, þeir nota tíman fyrst til þess að skipta, annars fara þeir bara að lesa allan tíman muniði, þangað til að hljóðmerki heyrist, þá komum við aftur í heimakrók. 5-an sem sagt, þetta svona Læsis 5-an, þetta eru 5 verkefni sem að krakkarnir vinna, þetta ákveðin svona vinnurammi. Það ritun, þar sem þau vinna að ritun, síðan orðavinna. Þar erum við í málfræði og ýmsum verkefnum. Síðan erum við með hlustun og þar erum við að þjálfa sig að lesa og hlusta. Síðan erum við með sjálfstæðanlestur, þar velja þau sér lesefni við hæfi og þau lesa og við erum líka með viðtöl við þau þar sem við spjöllum við þau lesturinn, að þau sé að velja sér verkefni við hæfi og bara hvernig gengur. Síðan erum við með síðasta verkefni, það félagavinna og þá erum við raun og veru að vinna, þá alltaf 2 og 2 að vinna saman að ýmsum verkefnum. Tilgangurinn með og markmiðið með það sem raun og veru svo gott við 5-una að þetta ákveðin svona vinnurammi, þetta mjög skýr vinnurammi, þannig að þau fara alltaf á sömu stöðvarnar en þar erum við með fjölbreytt verkefni. Þannig að þau vita alltaf, þetta svo skýrt, þau vita alltaf í hvað þau eru að fara en svo fjölbreytnin þar inni. Á þessum 5 stöðum erum við að vinna með alla þætti lesturs og síðan erum við með svona frjálst þar inni og mismunandi stundum erum við með getuskiptverkefni eða þau geta valið sér verkefni, þannig að það frjálst inni í svona skýra ramma. Þau byrja hér í heimakrók, við leggjum inn verkefni, þau vita alltaf hvað þau að gera, hvert þau að fara og við nýtum þetta í allri okkar kennslu og þannig að það verður vinna nemenda verður miklu skýrari, þau verða miklu sjálfstæðar í vinnu og það miklu meiri vinnufriður. Við finnum svo svakalega mikið mun af því með því að nýta okkur
þennan vinnuramma sem í fimmunni. Við finnum að krökkunum líður mjög vel í þessu og við finnum að við erum alltaf með ólíka nemendur, mismunandi nemendur og við finnum til dæmis að nemendur sem eru kannski með einhverja greiningar að þeim líður mjög vel í fimmu og þegar það svona kannski fyrir jól eða ef þeir koma eftir jólafrí þá eru það alltaf rosalega ánægð að fara í fimmu af því þá svona ákveðið öryggi. Sko það sem okkur finnst líka mjög gott með fimmuna, það að við erum náttúrulega að vinna út frá hæfniviðmiðum. Við vinnum mjög lítið út frá bókum og það mjög gott að tengja hæfniviðmiðin inn í þessi fimmu verkefni. Og þegar við fórum að vinna með fimmuna, þá fundum við sem hvað undirbúningur okkar kennaranna nýttist miklu betur nemendum. Af því að við vorum komið með henni skýra ramma og við erum ekki alltaf að finna upp hjólið í því, heldur nýtum við hann til að vinna verkefnin. Og við erum í teymisvinnu og þannig að við erum svolítið að skipta okkur á milli hver vinnur með hvað og það hentar mjög vel. Já, hafið þið séð læsisfimmuna í verki? Hafið þið notað hana í... Nei, ég þekkt hana ekki, en ég mjög hrifin. Já. Nei, ég hef ekki séð hann í verki, ekki undir þessum formerkjum eða þessu heiti. Hins vegar stóð ég fyrir stóru rannsóknarverkefni fyrir nokkrum árum á þróunarstarfi sem við kenntir við byrjendalæsi. Það sem náttúrulega verið að byggja á þessum hlutum, sko. Það verið að byggja á því að börnin lesi og skrifi og fari í svona tæknilega vinnu með máli eins og þau nefndu málfræði vinnu. Það fer auðvitað eftir aldursstiginu og tjái sig. Og mér finnst umræðan lestur og læsi oft verið í svo ofboðslega skrýtnum farvegi í kringum okkur og það sem sagt fókuserað á það að fyrst og fremst að það þurfa að kenna börnunum að átta sig á samhenginu milli stafs og hljóðs eða umskrá. Og ég hef hvergi nokkur staði séð neitt ágreining að þetta sé mikilvægt og þetta sé grundvöllurinn undir lestanum og þetta bara það sem verður að gera í öllum skólum. Og tæknilegt atriði. Spurningin svo aftur hvað svo? Hvað gerist þegar að börnin búin að ná þessari hæfni eða þessari tæknilegu færni? Og þá þarf okkur að taka við þetta sem verður að gera í læsifimmunni og það þarf að halda þessari lestrar og læsis þjálfun áfram alveg upp í gegnum grunnskólan og upp í framhaldsskólan þess vegna. Þetta hæfni sem þú ert aldrei búin að tileinka til fulls. Sko þetta byggist svona mjög skýrum ramma en svo það valið og ég get deilt með ykkur minningur grunnskóla Snæfellsbæjar. Ég man ekki að vísu hvort það voru 11 og 12 ára krakkar sem að ég sé eiginlega hlaupa inn í stofu eftir frímínútu til þess að skella sér á valstöðarna, nýta hverja mínútu, hverja sekund út í eitt. Og það 80, 90, ef ekki 100% ástundun allan tíma. Og ég var svo eiginlega hissa á þessu, þannig ég bið nokkra krakka eftir tímanum að staldra við og ræða við mig. Og fyrir að spyrja þau af hverju þau leggja sér svona fram með mitt í þessum tímum. Það valið. Það valið. Ég segi, já, en það var lítið val eftir á föstudögum, það var bara eitt eftir. Já. Þá kom þetta yndislega svari. Heldur þú ekki búin að spá í það hvað best að gera á föstudögum? Já, En þarna valið, þau réðu frjálslestrarbók, þau réðu hvaða bók þau voru að lesa með félaga sínum, þau réðu því hvaða hljóðbók þau voru að hlusta á og ritunarverkefni voru líka val. Já. Þannig að ég held að valið skýrir nú minnskosti eitthvað af því hvað þetta... Og skýr rammi líka. Og skýr rammi, já. Þau vita til hvers ætlast. Kom svolítið vel fram í myndbandinu fannst mér. Hún lýsti því svo vel og maður eiginlega sá það bara. Hvað þeim leið vel í rammanum líka. Já. Ég held að við vitum alveg þetta með valið en það mjög áhugavert að sjá. Ég held að þetta sé í stórum námshópum, stórum árgöngum. Þetta örugglega mjög mikilvægt. Það þarf líka að kenna börnum þetta val, það þarf að kenna þeim að velja sér bækur. Og þau þurfa að læra það að þau fara ekki inn á bókasafni og þar eru bækurnar litakóðaðar, þau þurfa að læra að velja sér bækur og finna út hvað höfðar til áhugasviðs þeirra og hvað höfðar til þeirra lestarferðni á hverjum tíma. Já, ekki spurning.
En núna, þessi læsis 5 aðferð, ég meina, hún virkar mjög vel með byrjandalæsinu og inni þar líka, þú veist, þetta er ekki... Þetta er bara aðferð, já. Þetta er bara ein aðferð þarna inni. En það er að vinna með þessa 5 þætti læsis, eins og segir, núna, ég meina, vinna með orðin, ritun, tjáningu, lesa í hljóði, hlusta á lestur, þessi upplestur líka, og þessir þættir speglast mjög vel inn í aðalnámskránna. En kannski ekki í samræmdu mati og endilega búin að vera umræðu núna sko hraðlestur og allt þetta. Er of mikið bil á milli þess sem er kannski auðvelt að mæla og það sem er mikilvægt að kunna? Já, við þurfum náttúrulega allavega að gæta okkar sko á því að fara ekki svona offari sko með einhverja ákveðna matsaðferð eins og hraðapróf sko. Þó ég sé ekki vil ég ekki endilega slá þau út af borðinu sko. Þannig að ef okkur finnst þetta mikilvægt sem þú taldir upp sko og í lærisvinmunni, þá þurfum við bara að finna leiðirna til þess að meta það. Og þær eru vissulega til sko, ekki endilega kannski með sko formlegum prófum heldur á svo margan annan hátt, en það auðvitað hægt að meta orðaforða, lesskilning, ritunarhæfni, þetta meta þetta allt saman með formlegum prófum. Og við vorum alveg svona aðeins að passa okkur sko að slá það ekki út af borðinu þó okkur finnst það verið farið offæri með einhver eina aðferð sko. En það er líka bara, þú veist, mismunandi hvað er verið að mæla, hvernig er best að mæla það. Eins og tjáning og framsögn. Það er bara svona dæmi það verður að vera leiðsagnar mat. Það verður bara að vera. Helst. Ég meina hvernig, það er ekki hægt að segja hvernig þér gekk eða hvað þú færð, nema að segja hvað vantar upp á. Já, og þú þarf svona ákveðna huglega þætti líka í svona ákveðna matsþætti. Já, maður reynir að segja þeim fyrirfram, þú átt að líta upp og allt þetta, hægt, hátt og skýrt. En þú getur sett fram alveg svona viðmið sko, sko hvernig er góð framsókn. Og þá verður það leiðsagnamat ef það er eitthvað samtal það, eða leiðsagnanám. Þannig að það er ekkert minna virði, en það er bara öðruvísi mælt. Og alveg eins með ritunina sem er svona tjáningarform, sko, að þú getur, það eru til alls konar sko mælikvarðar á hvernig þú sko metur ritunarhæfni og matsrammar og ritaðan texta, sko. Já. Og það er hægt að nýta það. Þetta er allt jafn mikilvægt, held ég. Það ekki. Eitthvað frá þér? Nei, er þetta ekki búið að vera mjög góð samræða? Ég held það. Þetta voru ferðirnar okkur 4 í þessari viku. Við getum rætt lengi áfram. Ekki spurning. Fáum ekki verið lengur. Þetta voru ferðirnar okkar í þessu viku. Takk kærlega Ása og Rúnar fyrir komuna og með okkur í þessu ferðalagi. Bara takka ykkur. Já, takk fyrir. Í næstu viku næsta þætti munum við ferðast í 4. grunnskóla og kynna okkur slökun og íhugun, nemendastýrið foreldraviðtöl, hönnunarhugsun og samþættingu í samfélagsfræði og íslensku. Þannig að bara takk fyrir að ferðast með okkur í dag og sjáumst í næsta þætti.